Þeir sem hafa gert sér ferð út á Garðskaga í sumar hafa eflaust tekið eftir myndarlegri byggingu sem rís í nágrenni við Vitana 2. Þar byggja stórhuga heimamenn glæsilegt hótel með mikil tengsl við náttúruöflin. Hvernig kom það til að þið fóruð út í þessa smíði og þessu mannvirki hérna rétt hjá Skaganum? Þetta byrjaði náttúrulega bara einhverju hugmynd, yfir kaffibolla. Og við erum náttúrulega búin að vera með gistíðin í 4 ár og búið að vera dálítið mikið í trafík hjá okkur. Og svo maður talaði við fólk að það líkar fólki svo vel að vera hérna, í sveitinni sko. Svona kyrrð og ró og bara upplifa náttúruna, dýrin, hestana, kindurna hérna og svona norðurljósinu og vitana sko. Þannig að við fórum svona á stúfana og reyndum að stækka hjá okkur og það endaði í þessari byggingu hérna, fyrir aftan okkur. En hvernig svona, já, nú ertu búin að vera aðeins í þessum ferðabransa. Hvernig sérðu þetta þróast? Þú hlýtur nú að vera þokkalega stórhuga fyrst þú ræst í þetta? Já, ég náttúrulega, maður tala við fólk og það segja allir að sama Ísland, að Ísland sé alveg einstakt land, náttúran og það ætla að koma aftur. Það vilja allir bara koma aftur. Og það segir mér náttúrulega mikið, það líður vel sko, og svo líka eru margir að tala um það hvað þetta er öruggt land. Það er ekki hætta inn á hverju horni eins og út í heimi sko. Þetta er bara svona rólegheit og menn er keyra hérna upplifa Ísland náttúruna og svo náttúrulega allar spán náttúrulega hafa verið upp úr þakinu. Það sem maður sé bara í blöðum og bara maður hefur fylgst náttúrulega mikið með þetta lengi sko. Og ég veit ekki hver spáin er eftir 4-5 ár, hvort það er að lenda hérna einhverja 16 milljónir farþega á Keflavíkurflugvelli. Þetta er náttúrulega alveg ótrúlega sko. Og við búum náttúrulega ágætlega hér að vera þetta nálægt flugvellinum og hér er náttúrulega eitthvað sérstakt þó að við séum vön þessu að hér er flatt og hraun og allt þetta sko en túristinn vill þetta kannski? Túristinn, fyrst þess að hann kemur átti, hann til dæmis kemur fyrsta daginn, þá er hann upplifað þetta ferska loft, kalda ferska loft. Það er ábyggilega svona svipað á því að við förum til Spánar, förum út úr flugvélinu og lendum á þessum vegg, hitavegg sko. Þá er þetta sama upplifun fyrir það þegar hann kemur hérna. Það er svona ferskt loft og hreint vatn og svona. Ég segi að ég skoða nú aðeins inni hérna hjá þér og herbyggin er nú svolítið rúmgóð og flott og svona. Þið vilja að túristunum líði vel hérna? Já, við lögum dálítið upp með það að vera ekki með ekki lítil herbyggi. Herbyggin í ferðaþjónustunni er að stækka. Kannski eldri hótelin eru kannski með þessu 15-17 fermetra herbyggi sko. En þeir eru alveg komin í dag svona hjá flestum í nýbyggingu, allt upp í svona 20-26 fermetra herbyggi. Og við lögum upp með að vera með 24-5 fermetra herbyggi, svona meðaltali sko. Sem hérna heimamaður í húð og hár, finnurðu fyrir auknum áhuga á garðinum, Garðskaganum? Alveg tímanlaust. Við erum náttúrulega búin að vera í svona ferðastefnumótum hérna og það er hérna náttúrulega búið að opna gamla vitan og síðan veldi ég nýju veitingastæðurinn og opna núna bara eftir nokkra daga eða nokkra daga bara já. Og það á að vera mikið svona gróska hérna í ferðamanna innanum hérna sko. Vegna þess að eins og allir vita þá er rosalega gott að vera hérna á Garðskaga sko. Miklir straumar hérna og bara gaman að vera hérna sko.